Kristinn Björnsson. Herðu, það stórdagur á morgun. Þú ert orðinn klár í slaginn. Já, við verðum það. Það er æfing hjá okkur bara núna eftir smá stund og við verðum allir klárir eftir hana held ég. Segðu mig Kristinn, þið náðu markalausu jafntefli úti eða kannski tókst þeim að halda hreinu á móti okkur eða á móti ykkur. Hvernig var ferðin út? Ferðin út var náttúrulega bara mjög góð. Þetta svo sem erfitt ferðalag. Þó að margir halda að þetta sé bara til Írlands seinna en við lentum í svona leiðinlegum flugum þannig að séð. En ferðin út var alveg snilld og vel hugsað okkur og allt eins og gerist best. Hvernig var tilfinningin að skokka inn á völlinn í sínu fyrsta Evrópuleik? Hún var virkilega góð. Þetta flottu völlur og grasið þarna úti virkilega gott. Og þetta svona pínu gamaldags svona völlurinn og umgjörn í kringum klúbbið þeirra. En alltaf að spila Evrópuleik ekki sem allir ná. Þetta eitthvað sem þú gert við vanist? Algjörlega. Þetta það sem öllum dreymir að gera. Kiddi, en það var snúinn leikur hérna í millitíðinni síðast á móti Fjölni úti og við skulum ekki fara nánar út í það en nú bara leikurinn á morgun og það allir orðnir klárir? Já, það held ég. Það búið að vera svolítið leikjaprógramm á okkur núna, pínu álag, en það bara eitthvað sem menn nýtir til hliðar þegar svona stóru verkefni í boði. Þeir vita náttúrulega ekkert út í hvað þeir eru að koma, Írarnir, þeir eru að koma hérna í þorpið? Nei, þeir hafa ekki hugmynd. Þetta verður vonandi upplifun fyrir þá. Þið eru náttúrulega klárir bara og ætlið ykkur að ná hægsta úrslitum? Klálega, það mikið í boði og við erum með góð úrslit skila ekki bara okkur áfram í Evrópukeppninni heldur þetta að fá krónur í kassan fyrir félagið þannig að það mikið í húfi. Þú tilbúinn? Ég klár. Getið farið að drífa æfingu og verður klár á morgun? Gera það, takk. Jóhann Helgi Hannesson. Já, ég spurði einhvern veginn hérna í sumar hvert að þú væri mjög hlýðinn þegar Mjölnismenn sungu Jóhann skóra alltaf mörk og þú stóðst við það og skoraðir. Og ef þeir gera þetta á morgun syngja fyrir Jóhann skóra alltaf mörk, þá seturðu markið ekki? Já, ég held að það verði ekki leiðilegt að skora hérna í fyrsta Evrópuleik með Þórsvelli. Ég held að það sé draumur okkar allra og við reynum okkur besta bara við að skora sem flest. Jó, ég spurði Kristinn áðan að þið eru ungir strákar. Hvernig var tilfinningin að hlaupa inn á í þínu fyrsta Evrópuleik hérna út á Írlandi? Var þetta ekki notalegt? Þetta var alveg magnað. Þetta var náttúrulega bara, þú veist, þetta eitt af svona mómentum sem mann dreymir alltaf að fá að upplifa og þetta var alveg magnað. Ég held að það verði bara betra að gera þetta heima fyrir framan okkar áhorfendur og okkar fólk. Nú stefnir allt í það eins og núna þegar við tökum þetta viðtal hérna sólarhring fyrir mót, yndislegt veður, spáin hlýtur að vera bara áfram góð og þannig að það tilhlökkun í öllum eða ekki? Jú, sjálfsögðu. Við náðum flottum úrslitum úti og við vitum að við getum gert bara góða hluti hérna heima og sérstaklega svona flottan stuðning frá áhorfendum þannig að við bara vonum að þeir standi með okkur og þá getum við átt von á fleiri Evrópuleikjum. Segðu mér Jói, var eitthvað í ferlinu þarna úti í leiknum eða í aðstæðunum, var eitthvað sem kom þér eða ykkur á óvart? Nei, í rauninni ekki. Þeir spiluðu svona frekar breskan bolta og þeir eru með einn djúpan á miðjunni sem á að sigra heiminn og gefa einhverja 70 metra sendingar en ég meina ef við náum að pressa vel á hann og passa hann sé ekki mikið með boltan þá eru þessi sem er aftast ekkert spes á boltanum þannig að við bara reyna að láta þá vera negla fram fyrir að láta hann að miðjumann fá boltan og þá getum við bara náðu góðri pressu og jafnvel náðu að vinna boltan framálega á vellinum og þá veit maður aldrei hvað gerist. Og það eru góða líkur til þess að það ekki til alveg eins gengi. Þið náðu góðum úrslitum úti þannig að það ætti ekkert að hamla því að þið getur gert það hér heima líka. Nei, nákvæmlega. Það væri náttúrulega 0-0 er samt mjög hættulegt því að ef þeir skora þá þurfum við alltaf að skora 2 sko. En aftur á móti þá erum við í flottum málum og við vitum það að við erum hérna heima og yfirleitt gengur okkur vel þetta heima og við erum búin að vera svolítið í lagi en við erum allavega staðráðin í því að breyta því og ná góðum úrslitum saman á morgun. Við bara skellum við lásið það ekki og sækjum? Ég reikna með því, en eftir að fá að heyra planið að palla en ég ætla að reikna með því að við reynum að vera svona frekar sterkir tilbaka alltaf til að byrja með og keyra síðan alltaf stífar á það. Jói, þú er spenntur? Já, sjálfsög. Þetta bara, sem ég segi, eitthvað sem maður dreymir að upplifa og að fá að spila Evrópuleik á Þórsvelli ekki eitthvað sem við reiknum með fyrir 2 árum síðan. Hvað þá fyrir þeim? Heldur þetta verði ekki bara gott að venjast þessu? Það held ég. Þetta eitthvað alltaf að vera Evrópuleikur úti, mjög skemmtilegur og bara frábær upplifun og ég held að vera ennþá betra hérna þannig að vonandi fá bara að gera þetta sem oftast.
Jói, gangi vel á morgun og vonandi setur bara mark eða leggur upp mark eða verður bara glaður í leikslok. Takk fyrir.